Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Já, og við flautum á stað þennan þátt af taktíkinni. Þessi þáttur verður tilengaður ÖMFÍ og hingað til mín í settið komið framkvæmdastjóra landsmóta ÖMFÍ, Ómar, velkominn. Takk fyrir það. Núna styttist í landsmót 50+, en það nú kannski yngsta af þessum landsmótum. Já, landsmót 50+ var í fyrsta skipti haldið 2011 á Hvammstanga og síðan þá höfum við verið með það mót á hverju ári. Það eru sem sagt okkar sambandsaðilar og sveitarfélög sem sækja þessi mót og eins og öll önnur landsmótin og stjórn ÖMFÍ úthlutar og að þessu sinni fór boltinn í Neskaupstað þar sem við verðum með mót í lok júní. Mjög spennandi verkefni og skemmtileg vinna með góðum hópi fólks. En hvaða keppnisgreinar megum við vona á að sjá þarna á landsmótinu? Einhverjar nýjungar? Það alltaf nýjungar og við reynum að láta hvern stað þar sem mótin eru njóta sín. Strandblakið vinsæl grein og blakið í Neskaupstað. Við verðum með líka hlaup sem kallast Garðahlaup og það á þessum ofanflóðagörðum sem eru fyrir ofan Neskaupstað. Þar verður hlaup sem nokkra kílómetrar, erfitt segja þeir sem til þekkja. Og það skemmtilega við þetta að við erum að opna margar greinar á þessum mótum. Þú þarft ekki að vera orðin 50 til að taka þátt, til dæmis eins og þetta hlaup. Það opið fyrir alla. Þannig að það eru þessar hefðbundnu greinar sem við erum með. Það eru frjálsar, það sund, það boccia sem mjög stór grein, ringó, við erum með, eins og ég sagði áðan, strandblakið, sem golfið, púttið, við erum með bridge og skák, við erum með lomber. Þannig að þarna bara eitthvað fyrir alla og það þurfum ekki að vera einhverjir heimsmeistarar eða Íslandsmeistarar til að taka þátt. Allir geta tekið þátt á sínum forsendum. Einhverlega vegna þegar maður heyrir landsmót þá eru margir sem tengja það bara við frjálsar íþróttir en þú taldir upp dálítið mikið meira heldur en frjálsar. Já, þetta alveg rétt hjá þér að þetta hefur verið svona viðloðandi landsmótin að margir telja að þetta séu frjálsíþróttamótin. Landsmótin voru náttúrulega gríðarlega stór frjálsíþróttamót hér á árum áður og fyrsta mótið 1909 haldið landsmótið á Akureyri. En það hefur ýmislegt gengið á síðan en alls ekki það þannig í dag að landsmótin, unglingalandsmót 50+ eða landsmótin okkar, að það séu frjálsíþróttamót. Frjálsíþróttir njóta sín og fá alveg þann sess í dagskráni sem að það á skilið og frábært, en það bara svo mikið meira. Þannig að allir eiga að geta fundið eitthvað við sitt hæfi, fundið sína hreyfingu á landsmótum okkar. Einhverja greinar eins og nefnir þetta Garðahlaup sem eru þá bara á landsmótinu núna í Neskaupstað því það verið að nýta aðstöðuna sem þar? Nákvæmlega. Það verður Garðahlaup og þetta Garðahlaup þeir hafa haldið þetta áður, þannig að við bara förum inn í þann gírinn, þannig að það bara haldið þar og síðan það mismunandi hvað við gerum. Á til dæmis unglingalandsmótum sem þá ennþá meiri flóra getum við sagt, þar erum við með dorgveiðikeppni, við erum með sandkastalagerð. Þetta ekkert hægt á öllum stöðum, þeir sem ekki liggja á sjó til dæmis, þannig að þetta hver staður fær að njóta sín og síðan plús þessar greinar, þessar keppnisgreinar sem við erum með, þá svo mikið annað í boði. Við erum að kynna nýjar greinar sem að fólk kemur og prófar og getur svo haldið áfram og farið í seinna meira eða hvernig sem Já, þannig að maður kannski kynnist þarna Garðahlaupinu og getur svo mætt, næst ekkert endilega þá landsmót í þessa grein. Akkurat. En nú þetta mjög breiður aldurshópur 50 og upp úr og þegar maður kannski rétt skriðinn þarna yfir 50 ára, finnst maður ekkert endilega orðinn, nógu gamall til þess að taka þátt á svona móti? Nei, við höfum alveg skynjað það og svo að segja, sem betur fer gríðarlega stór hópur af fólki, 50, 60, 70 ára, sem mjög vel á sig komin, fitt og að hreyfa sig reglulega. Þetta fólk kannski ekki alveg tilbúið að fara á mót 50+. Það heldur bara ennþá það sé 35
Því það hleypur sko á við bara ungt fólk og hjólar en við erum með keppni og bara mót fyrir alla þannig að íþróttamenn, afreksfólk, almenningur, það geta allir verið þarna og við erum alltaf að reyna að fá og taka inn nýjar greinar sem höfða meira til þessa fólk sem eins og segir, rétt skriðið yfir 50 árin. Þannig að það finna allir eitthvað við sitt hæfi. Hann eins og segir líka, þessi aldurshópur, hann mjög fitt og flott, þannig að þarna verður hörkukeppni í einhverjum greinum. Já, sem betur fer og það hörkukeppni og margir koma til að keppa og margir koma til að ná í gullverðlaun. Þannig að þetta eru gamlir keppnis einstaklingar og afreks íþróttamenn sem mæta, en svo það líka þessi bara venjulegi einstaklingur sem hefur gaman af því að hreyfa sig og vera með. Hann ekkert síður velkominn og hann tekur þátt og eins og ég sagði áðan, allir á sínum forsendum, allir finna eitthvað við sitt hæfi, allir geta verið með, þú getur keppt við náungan sem satt við hliðina á þér eða þú bara keppir við sjálfa þig. En í raun þetta ekkert endilega eitthvað gamalmennamót sem slíkt? Algjörlega ekki. Mikil stemming, mikil skemmtun og fólk bara nýtur þess að vera saman og bara njóta þess að lifa lífinu. Það svona okkar útgangspunktur á þessu. Og þarna líka komin íþróttamenn og konur sem hafa kannski verið að keppa allan sinn feril í einhver ákveðinni grein en keppa þarna kannski einhver allt öðru. Algjörlega, sem líka mjög mikilvægt að við erum að leyfa fólki að prófa nýtt og taka þátt í greinum sem það hefur ekki, eins og þú segir, ekki áður tekið þátt í. Þannig að þetta opið, eins opið og hægt er. Þannig fyrsta skrefið að mæta á fyrsta mótið og sjá þar framboðið og taka sér þátt í öðrum greinum á næstu mótum. Já, algjörlega. Og við eigum vona á góðum fjölda á þetta mót, þó að það sé í Neskaupstað, eins og sumir segja, en þá algjörlega sami kílómetrafjöldi frá Reykjavík í Neskaupstað og frá Neskaupstað í Reykjavík. Þetta bara yndislegur staður og Neskaupstað með öll þessi mannvirki sem það hefur og bara alla fegurð bara þangað ættu allir að kíkja sko. Akkurat, við sleppum ekki að halda mót bara því það langt frá höfuðborgarsvæðinu. Algjörlega ekki, nei. Með því ætlum við að kíkja yfir í smá auglýsingar. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóð. Og já, við höldum hérna áfram í taktíkinni. Hann hérna hjá mér, hann Ómar, framkvæmdastjóri landsmótanna. Við vorum að tala landsmót 50+ hérna fyrir hlé. Þú hefur verið samt að skipuleggja öll þessi landsmót síðan 2003? Já, fyrsta móti sem ég kem inn í 2004, já. Byrja hjá MFÍ 2003, já, og þetta komin sjálfsagt yfir 25 mót landsmót sem ég hef verið að stýra með frábæru fólki alls staðar af landinu og út allt. Og það einmitt þetta, það landsmót, það unglingalandsmót og svo 50+ líka. Þú segir okkur aðeins frá þessum unglingalandsmótum. Unglingalandsmótin, þau náttúrulega, eins og sumir segja, okkar rós svona ungmennafélagshreyfingarinnar og okkar eitt stærsta verkefnið. Þau haldnar hverju ári, ætíð núna verslunarmannahelgi. Og sumir sögðu þegar við ákváðum að fara með þetta verslunarmannahelgi að þetta myndi ganga mótunum dauðum, en annað hefur nú komið í ljós og við segjum ofta að ef að foreldrar og fjölskyldur ekki saman verslunarmannahelgina, hvenær þá? Því þetta svo góður punktur til að vera saman á, þetta í eins öruggu umhverfi og hægt og þessi mót hafa bara stækkað og stækkað. Og þau hafa breyst náttúrulega frá fyrsta móti og orðin bara mjög stór hátíð, íþrótta- og fjölskylduhátíð og við leggjum áherslu að það sé vímulaus íþrótta- og fjölskylduhátíð. Þannig að þau eru bara frábær og við erum fyrir ári síðan farin að vinna að mótinu sem verður verslunarmannahelgina núna á Höfn í Hornafirði.
Og þetta hefur verið í alveg síðan 1909 sem nú langur tími og á þess að við ætlum að fara í allt of mikla sagnfræði þá hefur þetta breyst svolítið mikið og núna bara á síðustu árum þá líka sérstaklega. Já, sko fyrsta mótið okkar sem var landsmótið var haldið 1909 og síðan þá síðan koma unglingalandsmótin og svo koma 50+ mótin. Auðvitað þurfum við að vera á tánum bara gagnvart öllum þeim breytingum sem eru í samfélaginu og við þurftum að gera töluverða breytinga á landsmótin okkar sem var landsmótin hér áður fyrir voru stærsta íþróttahátíð landsins. Þá bara mættu þangað allir. En tímandi breytast og maður er með og það eru komin sem sagt miklu fleiri mót. Íslandsmótin eru komin í gang og menn konur að sinna þeim á fullu þannig að við tókum ákvörðun fyrir nokkru síðan að breyta mótunum okkar að gera þau meira svona almenningsíþróttamót þar sem allir geta tekið þátt, ekki bara þeir nokkrir bestu í frjálsum og bara bestu liðin í körfubolta eða fótbolta. Það geta allir tekið þátt í fjölbreyttu móti og við vorum með fyrsta mótið á þessu róli í fyrra á Sauðárkróki og höfum ákveðið að vera með næsta mót í Kópavogi á næsta ári. Þannig að við erum farin að funda og eiga samræðu við UMSK skipulagningu á því móti og það verður mjög spennandi verkefni því að auðvitað eins og allir vita þar gríðarlega stór markhópur sem að hreyfa sig reglulega þannig að við hlökkum verulega til að vinna að því móti með þeim sem að þar búa. Og þarna náum við kannski líka þá að sinna fleiri íþróttagreinum því þessar stóru greinar það mikið að vera sérstaklega yfir sumartíman þar sem mót eftir mót eftir mót. Þessar íþróttagreinar þurfa kannski ekki á öðrum íþróttaviðburði að halda eins og kannski landsmótin voru einu sinni á meðan aðrar íþróttagreinar hafa engin mót. Algjörlega. Þannig að við sjáum mörg tækifæri í þessu móti og ef maður ekki á tánum og ef maður ekki að fylgjast með því sem gerist í kringum okkur þá getur maður bara lagst niður sko. Þannig að þetta þurfum við að gera og við sjáum alveg hvað við þurfum að gera og erum búin að átta okkur á því og erum búin að gera fullt af hlutum. Þetta erum alltaf að taka einhverjum breytingum og bæta okkur. Það bara okkar skylda að gera það sem að fólkið þarf til að njóta sín og við erum að vinna með gríðarlega stórum hópi. Það yfir 160.000 manns innan vébanda UMFÍ og við erum að vinna fyrir og með þessu fólki. Maður ímyndar sér þegar maður reyna að vera á tánum nýjungar í íþróttum að það komi nú alls konar greinar upp á borð til manns og maður fyrir kannski að velta fyrir sér, já, þetta íþrótt eða ekki og getur til dæmis nefnt líka eins og rafíþróttir. Eru þið einhvern tímann að velta fyrir okkur þessum pælingum hvað íþrótt og hvað ekki? Já, við gerum það verulega. Nú búið að stofna rafíþróttasamband. Hins vegar 2014 þá byrjuðum við á unglingalandsmótinu þar með rafíþróttakeppni. Kepptum í FIFA og héldum því áfram árið eftir 2015 en náðum ekki að halda því áfram, kannski út af því að okkur vantaði ákveðið bakland sem ekki var til staðar þá. Nú búið að stofna rafíþróttasamband sem að við hugsanlega gætum leita til og fengið stuðning af þannig að þarna bara gríðarlega mikill hópur af fólki sem að stunda ekki bara fótbolta, körfubolta og frjálsar sem að við gjarnan viljum ná í og vinna með. Þannig að við erum með öllum fyrir alla og maður þarf alltaf að vera á tánum. Við ætlum að kynna nýja grein í Neskaupstað sem heitir CrossNet og fólk getur farið inn og googla það og segja hvað það en þetta svona afbrigði af strandblaki. Þannig að við erum alltaf að koma með eitthvað nýtt. Til dæmis á unglingalandsmótunum erum við búin að vera með þessa pannafótboltavelli sem að við erum búin að dreifa all land núna, vinsæli, þannig að alltaf vera á tánum, alltaf að fylgjast með. En hvað sem sem gæti þar í raun lent á keppnislista á landsmóti? Já, hann nú búin að vera í gegnum tíðina býsna fjölbreytur, allt frá jurtagreiningu, pönnukökubakstri, stígvélakasti, fótbolta, körfubolta, frjálsum, það
Já, það liggur við. Akkurat, það kannski snýst meir það bara að þú geti komið og tekið þátt í einhverju, sama hvað það er. Já, og eins og til dæmis unglingalandsmótin að það mikil flóra af keppnisgreinum. Þar borgarðu eitt keppnisgjald og þú getur tekið þátt í öllu ef þú hefur tíma. Auðvitað skarast ákveðnar greinar, við vitum það að það munu skarast, en þú þarft að stundum að velja og hafna. Það sem er líka skemmtilegt að það einstaklingur sem gæti skráð sig í fótboltalið eða körfuboltalið eða strandvarslið eða strandhandbolta. Og þú þarft ekki endilega að vera með eitthvað lið á bakvið þig. Það getur verið einn einstaklingur sem býr í sveit og hefur ekki þann möguleika að keppa með einhverjum hóp íþróttagrein. Þannig að hann getur skráð sig einn og við finnum eða setjum hann í lið. Þannig að það eiga allir sömu tækifæri að vera með á mótunum. Og þetta skemmtilega að geta skráð sig svona einn og verið tekin inn í lið, það svo gaman því að árið eftir, og við höfum dæmið þess fleiri en 1 og fleiri en 2, að þá hringir þessi hópur aftur og segir við ætlum að skrá okkur í körfubolta núna. Og þá vináttan búin að vara í þessu hópi sem við bjuggum til. Þannig að þetta bara ævintýri og bara gaman. Þannig getur bara gengið inn í hóp íþróttalið. Ekki vandamál. En sérðu eitthvað mun á því hvernig keppnisskapið í mönnum? Það alveg jafn mikið keppnisskap í pönnukökubakstrinum eins og öðru. Já, það það skemmtilega. Ég meina að fólk tekur þetta mjög alvarlega og eins og segir það pönnukökubaksturinn á 50+ mótunum gríðarlega vinsæll og ekki síst þegar keppnin búin þegar allir fá að smakka. Þannig að það keppnisskap virkilega mikið, en það líka í öllum öðrum greinum en einstaklingarnir hver á sínum forsendum fer með mismunandi hugafari inn í mótið, en auðvitað keppnin, íþróttakeppnin á unglingalandsmótunum, hún náttúrulega í fyrsta sæti hjá okkur þó að það sé gríðarlega mikið annað að vera, alls konar afþreying fyrir börn yngri en 10 ára því að unglingalandsmótin eru fyrir 11 til 18 ára. Þá erum við með gríðarlega afþreyingu fyrir 10 ára börn sem kostar ekki neitt. Það fótboltamót og það frjálsíþróttamót og það sundkeppni og það alls konar tónlist og skemmtilegheit og hverju kvöldvökur fyrir alla. Þannig að mótin eru bara algjörlega frábær, þó ég segi sjálfur frá. Þeir eru skemmtileg mót og unglingalandsmótin líka eitthvað sem allir ættu að pröfa. Og þú þarft ekkert að vera heldur í einhverju íþróttafélagi, vera í skipulegu íþróttastarfi. Bara allir geta tekið þátt á sínum forsendum. Koma og vera með. Koma og vera með. Með því ætlum við að kíkja í smá auglýsingar. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóð. Let's go. Við siglum inn í síðasta hlutan á þessum þætti. Ómar, UMFÍ miklu meira en bara landsmót. Já, heldur betur. Við erum með fjölmörg verkefni á okkar snærum og við getum til dæmis nefnt, af því það nú svona pínu nýtt hjá okkur, að við höfum verið með í áraraðir ungmennabúðir á Laugum í Sælingsdal sem fyrir 9. bekk og þar hefur verið mikil aðsókn og mikið fjör og mikið gaman. Við erum búin að flytja okkur set og erum að opna núna á Laugavatni sem náttúrulega algjörlega frábær staður, ekkert síður en Laugar. Og þar erum við búin að gera klárt í gamla íþróttakennaraskólanum. Þannig að það verkefni, við erum mjög spennt og hlökkum til að í hausta nýjir árgangar komi inn og hópar. En við erum líka með ákveðna sumarstarfsemi í sumar, en Laugavatni frábær staður og eins og ég segi, þarna eiga eftir að gerast ýmis ævintýri hjá okkur. Þið gangið inn í raun fína aðstöðu þar og líka skemmtilegt að heyra að þetta sé ekki staður sem að drabbast niður og verði ekki neitt. Já, það voru margir sem höfðu áhyggjur af því þegar íþróttakennslan fór frá Laugavatni og þetta stóð svona pínu eitt og sér í tíma, en
við sáum tækifæri þarna og sóttumst eftir þessu og náðum góðum samningi við Bláskógabyggð sem er með okkur í þessu og þarna eins og segir frábær aðstaða og það allt til alls raunverulega á Laugarvatni og hérna þannig að við sáum bara tækifæri þarna. Og líka mikil hefð og saga fyrir íþróttakennslu. Það segðu, það sko heldur betur. En svo eru fleiri verkefni líka til dæmis eins og hreyfivikan. Hreyfivika með því, já, þetta alþjóðlegt verkefni sem við höfum tekið þátt í og hún nýbúin og þarna í þessu verkefni erum við verið að hvetja bara fólk til að hreyfa sig og fjölga þeim sem að hreyfa sig í heiminum og við erum þáttakendur í þessu verkefni og það svona, þetta byggist upp á því að bara fólk eins og ef við tökum bara Ísland og okkar svæði að hópar sem að þau skrá sig inn að það getur verið bara ákveðin hjólahópur sem að hittist einu sinni í viku eða tvisvar í viku eða þrisvar í viku, hann gæti skráð sig inn og þannig að þá fáum við fjölda á þessu, þetta eru 25 hjólreiðakappar eða einstaklingar sem er hjóla og þeir skrá sig inn í verkefni og eru þannig orðnir þáttakendur í því. Það getur verið gönguhópar og þess vegna bara krakkar eða einstaklingar sem er að æfa fótbolta eða körfubolta, það geta allir verið með í þessu verkefni og bara skrá sig og bara sýna að við erum að hreyfa okkur og þurfum að hreyfa okkur. Þetta er alþjóðlegri fyrirmynd og það er hluti af ykkar starfi, það er að vera í tengslum við önnur lönd og hvað er að gerast í öðrum löndum. Já, ég held að við séum nokkuð dugleg í því í þessum erlendu samskiptum og mest og best eigum við nú samskiptin við DGI sem eru okkar systrar samtök í Danmörku og þar er búið að vera mjög gott og mikið samstarf í áraraðir. Þeir hafa alltaf tekið vel á móti okkur og við höfum fengið að ganga inn í þeirra vinnureglur og vinnu og verkefni, þannig að þeir hafa alltaf verið með opna bók fyrir okkur og sýnt okkur og hjálpað okkur og við sömuleiðis höfum tekið á móti þeim margsinnis og sýnt þeim hvað við erum að gera. Þannig að þarna á milli er bara mjög gott samstarf. Við erum að vinna svo sem að sömu svipuðum verkefnum með börn, unglinga og ungt fólk og fólk á öllum aldri. Þannig að það er svo sem engin munur á því í Danmörku eða hér heima eða jafnvel út í mörgum öðrum löndum. Þannig að við reynum að vera í góðum tengslum við umheiminn líka og auðvitað þarf maður að fá hugmyndir og maður leitar oft út fyrir landsteinuna þar. Lykilorðið þarna er samstarf og þegar að fara út í þessar ferðir þá eru þið líka að mynda tengsl og starfa saman þeir sem eru að vinna hér á Íslandi bara. Já, við höfum núna síðustu ár haft ágæta svona, kannski ekki reglu, en við höfum boðið út, Ungmennafélag Íslands hefur boðið út og tekið með sér góðan hóp af sjálfboðaliðum og fólki í hreyfingunni okkar hringinn í kringum landið. Og vorum að koma úr einni slíkri núna daginn þar sem við fórum til Kaupmannahafnar með alltaf ekki verið náttúrulega 50 manna hópur sem fór út og var þar í nokkra daga. Við vorum á fyrirlesturum og við vorum með ýmis verkefni sem við gengum í gegnum, hittum fólk og spjölluðum saman og ekki síst kannski er þetta mikilvæga mingl á kvöldin að sitja saman og spjalla saman fólks einstaklingar sem er að vinna verkefnum á Hornafirði, Egilsstöðum, Ísafirði eða Selfossi, að við hittumst og spjöllum saman og finnum út hvað aðrir er að gera og við þurfum ekki alltaf að finna upp hjólið, þannig að allt þetta frábæra fólk er að vinna að sömu verkefnum með sem sagt ekki sömu einstaklingum en sambærilegum einstaklingum og ef einhver leysir eitthvað verkefni eða kemur með góða hugmynd á Selfossi, ég meina það er að gera að nota hana annar staðar, þannig að þessar ferðir okkar hafa verið óbóðslega árangursríkar og skilað miklu, vil ég meina, inn í hreyfinguna. Hefur þú séð þarna jafnvel andstæðinga, ef við getum talað sem slíka, ná saman? Já, bara gott dæmi er Kópavogur, þar sem við erum með 3 turna, við erum með Breiðablik, við erum með HK og við erum með Gerplu, sem eru gríðarlega fjölmenn og stórar einingar.
Eftir eina ferðin okkar fyrir nokkrum árum út með það sem við tókum með eða fórum með okkur einstaklingar úr þessum félögum, að í dag það alveg svo svart og hvítt þeirra samstarf sem bara alveg einstakt núna held ég, enda mjög góðir framkvæmdastjórar þar sem ég þekki vel og bara á góðum hlutum sko veit. Þannig að það að vinna saman alveg frábærlega í dag og segir bara beint út að þessi ferð á sínu tíma, hún hafi gjörbreytt þeirra viðhorfi og samstarfið orðið upp úr þessari ferð. Þarna sjáum við andstæðingar sem samt að vinna að sömu markmiðum. Þetta eitthvað sem fleiri mættu kannski taka til sín? Já, að sjálfsögðu. Við erum að vinna með börnin okkar, við erum að vinna með ungt fólk og fleira. Og þetta skiptir máli að tala saman, hittast, skiptast á skoðunum. Auðvitað erum við ekki alltaf sammála leiðir en við finnum bestu leiðina og það getur vel verið að það sé önnur leið hentar betur á Ísafirði heldur en á Hornafirði og öfugt en við erum að vinna saman og það það sem skiptir öllu máli og við hjá UMFI viljum samstarfið aðila og þannig höfum við séð að hlutirnir eru í bestan hátt. Og ef við tölum bara þig hérna rétt í lokin, þú ert búin að taka þátt í einhvern 25 mótum, þetta verður aldrei leiðilegt, þetta alltaf svo mikið að nýjungu sem þú ert að taka inn í þetta og breyta til. Nei, þetta verður ekki leiðilegt. Sko, kannski skemmtilegasti einstakir þátturinn í þessu það fólk sem maður kynnist og maður kynnist svo góðu fólki á hverjum stað, alveg rjómanum af fólki á hverjum stað sem tilbúið að leggja á sig undirbúning svona móta í sjálfboðavinnu og það ekkert sjálfgefið í dag. Þannig fáum við tugi ef ekki hundruði manna á hverjum stað sem kemur, leggur á sig, vinnur og þetta það sem sko, mér finnst skemmtilegast að sjá þetta og síðan að mótin náttúrulega að verða að veruleika. En við þurfum alltaf að vera á tánum að gera eitthvað nýtt því þetta má ekki bara vera einhver copy-paste mót sem við höfum eins ár eftir ár. Krakkarnir þurfa náttúrulega að fá nýjungar og allir sem taka þátt í þessum mótum sjá eitthvað nýtt og það reynum við sannarlega að gera. Mikilvægt að vinna til dæmis á hverjum stað fyrir unglingalandsmótin, að vinna með ungu fólki þar. Það kemur með afþreyingardagsskrána, leggur til hluti og við reynum að gera eins og hægt til að það verði að veruleika. Þetta þeirra mót, unglingalandsmótin, en mótin eru bara, held ég, eitthvað sem við getum verið mjög stolt af. Frábært, bara takk kærlega fyrir komin í settið og kynna okkur starf UMFI. Og takk áhorfendur kærlega fyrir áhorfið á þennan þátt. Við sjáumst í næstu viku. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós.